strákar virðast verða út undan í skólakerfinu og við sáum dæmi nú bara það hvernig það að það var nú einn ónefndur grunnskóli hér í Reykjavík sem var að útskrifa 10. bekk og það var búið að búa til viðurkenningar og verðlaun og það var allar stelpunar sem fengu viðurkenningar og verðlaun, allir strákarnir sátu eftir í salnum og fengu ekkert og þá spyr maður sig bara hvernig er upplifun ungra drengja í skólakerfinu í dag? Hvernig getur þetta gengið upp? Við hljótum að þurfa og ég er ekki að segja að þetta sé algilt en við eigum náttúrulega að hafa skólakerfi sem að gera sitt besta í að sinna hverjum einum einstaklingi óháð kyni en svo náttúrulega erum við líka komið núna náttúrulega í þá stöðu að sumir skólar eru bara með kannski 30 tungumál í skólanum og þá náttúrulega skilur maður vel ef að þú kemur hérna sem hælisleitandi eða barn og þú átt að lesa íslensku, auðvitað skilur maður vel. Þarna vantar líka fjármagn því að þarna að fara gríðarlegu kostnaður í sérkennslu og annað og maður hefur heyrt það frá íslensku fólki að íslensk börn sem að þurfa sérkennslu sitja stundum á hakanum að því að það er ekki til fjármagn að því að það er að fara í túlkaþjónustu eða annað varðandi nýbúað.